ætla ég aðeins að fara yfir meira í samhengi við stjórnleysisspurningar, en áður en það verður, þá ætla ég aðeins að fjalla mýtur sem er í gangi á þjóðfélagi sem eru gerindavæðing þolanda. Fjalla hans í bókinni, ætla að lesa hans fyrir okkur. Það er mýta í gangi í okkar þjóðfélagi að allir þolendur verða gerendur. Ég hef trú á að það eigi rætur sína að rekja til bandarískra dómsmála, þar sem í flestum tilfellum þegar gerandi er dæmdur að hann segi að hann sé þolandi. Þar sem flestir dómar sem hafa fallið eru í Bandaríkjunum, þá hafa flestir horft þangað þegar verið að fjalla með þessi mál. Staðreyndin er samt sú að þeir lugu í langflestum tilfellum. Það hafa verið að gera rannsóknir á þessu þar sem gerendur voru settir í lyfamælispróf og meirihluti þeirra féll. Þegar þeir voru spurðir ástæðu þess hvers vegna þeir lugu í réttarsalnum, gáfu þeir þó skýringu. Ef maður tekur þessi mál út úr tilfinningunum, yfirlýsingum geranda og horfir kalt á þetta, þá kemur ýmislegt í ljós. Stærðfræðilega gengur þessi fullyrðing ekki upp. Ef við gefum okkur að þetta væri satt, þá liði ekki á löngu þar til allir Íslendingar væru búin að nauðga hver öðrum, margsinnis frá landnámi. Við vitum einfaldlega að þetta er ekki rétt. Allir Íslendingar eru ekki búnir að nauðga hverju öðrum margsinnis frá landnámi. Ef þessi fullyrðing væri rétt, þá myndi þessi fjöldi helminga sig að minnstakosti á milli ára. Ef við gefum okkur að ári væri 0 og 1% þjóðarinnar væri fórnum kynferðisofbeldis, sem myndi síðan verða gerendur. Þetta 1% myndi síðan nauðga einni annarri manneskju einu sinni á ári. Að ári 0 liðnu væri komin í 2%. Að ári 1 liðnu væri við komin í 4%. Ári 2 liðnu væri við komin í 8%. Að ári 3 liðnu væri við komin í 16%. Að ári 4 liðnu þá væri við komin í 32%. Að ári 5 liðnu væri við komin í 64%. Áður en ár 6 væri á enda, þá væri við komin í 100%. Sem sagt, við erum búin að vera að nauðga hvert öðru allavega einu sinni. Að ári 6 liðnu væri við komin í 128%. Farin að taka annars núna í hvert öðru. Þetta á bara ekki við. Landið okkar Ísland heldur allan heiminn. Þetta einfaldlega gengur engan veginn upp. Allt mannkynið er ekki að þessu allt árið. Ég veit ekki hvað ég er búin að tala marga út af sjálfsmorði út frá þessu einu. Af því viðkomandi var svo hræddur við sjálfan sig. Hann, hún yrði sama skrimslið og gerandinn. Það komið tími til að leggja þessari mýtu. Við erum einfaldlega of klár fyrir þetta. Við vitum það alveg að þetta er ekki að gerast. Við þurfum engar rannsóknir á þetta. Við þurfum að taka tilfinningandi stundum út úr því sem við erum að fjalla og tala hlutina eins og þeir eru bara. Bara einfaldlega gengur ekki upp. Við þurfum að hætta að bregðast við út frá þessu. Þessar 3 megin þætti stjórnleysisins í því að ná tökum, temja stjórnleysið. Þessi 3 órjúfanlegi þætti, það stjórnleysi, vanmáttur og ótti, sem að fæða hjól óttans í öllum viðbrögðum hjá okkur. Ég ætla að taka smá dæmi sem að ég held að flestir geta tengt við. Það er á blaðsíðu 55 í bókinni. Málefnið: að meta atburði sem eru búnir að eiga sér stað þar sem ég tók ákvarðanir sem reyndust mér ekki vel. Og ef ég er í þessari stöðu sem að heldur allir geta fundið sig í, ef ég er ekki í lausnarferli, þá er viðbrögðin sem ég sýni mér, ég hefði átt að vita betur. Þetta flokkast undir stjórnleysi. Og afurðin af þessu er ofbeldi gagnvart sjálfum mér. Vanmáttatilfinningin sem leiddi til stjórnleysis hef ekki hugmynd.
ekki búin að finna hana né að ná tökum á henni. Óttatengingin, hafa stjórn á öllu, þoli ekki að gera mistök, fullkomna árátta, ótti við að höndla ekki tilfinningalega niðurstöðu mála, ótti við höfnun frá öðrum vegna þess að ég gerði mistök. Niðurstaðan á þessu öllu saman, hún ekkert falleg, bara vanlíðan. En ef ég í lausnarferlinu, þá það mín viðbrögð eitthvað á þessa leið. Ég veit betur í dag, ég gerði mitt besta á þeim tíma miðað við það sem ég var færum á hverjum tíma. Þetta flokkast undir kærleik. Afurðin af þessu lausn og skilningur gagnvart því sem maður var á hverjum tíma. Umburðarlyndi og kærleikur gagnvart sjálfum sér. Vanmáttatilfinningin sem leiddi til stjórnleysis. Búin að finna hana og læra á hana. Rauðaflaggi mitt og ég erum komin með stjórn á henni. Hef eignast vald yfir henni, vanmáttatilfinningunni, og leið val hvert ég fer. Óttatenging. Ekki til staðar að því óttinn stjórnar mér ekki lengur. Ég skil orsökina, búin að finna rótina að óttanum, vinna með hana, heila hana og taka henni í ljós kærleikans. Óttinn fær ekki næringu lengur frá þessari rót. Niðurstaðan, fallegt, velíðan. Ef við skoðum aðeins ferðalagið, hvaða skref erum við raunverulega að taka í að ná tökum á þessari blessaðri tilveru. Og ég er búin að skipta þessu upp í 6 svona skref, svona tröppugangur upp á við, og það er á blaðsíðu 45, og það er tilveruréttur fyrst. Við eigum ekki tilverurétt í þessu lífi. Okkur líður oft þannig að við megum ekki vera með. Við höfum oft það álit á okkur að hinu líði mikið betur en við værum ekki hérna. Þetta endurspeglar ekki vilja þjóðarinnar. Þetta er hugarástand sem er staðreynd en sem betur fer endurspeglar það ekki raunveruleikann sem er í okkar lífi. Við þurfum að komast út úr þessu ástandi og taka okkur rétt til að vera tilveru. Næsta skref, það er að vera manneskja. Okkur líður eins og við séum aftast í goggunarröðinni, eins og eitthvað óskilgreint sem passa hvergi inn. Við þurfum að ná einhvers konar tengingu við mannkynið, fá að vera með. Mannréttindi. Okkur líður þannig að við eigum ekki tilverurétt í þessu lífi. Við erum ekkert. Við eigum ekki heima með hinum sem okkur finnst oft að séu ofar í fæðukeðjunni heldur en við. Við þurfum aðalast rétt til að tilheyra mannkyninu. Fá að taka saman pláss, vera með og eiga sama rétt og aðrir. Næsta skref, að vera einstaklingur. Við þurfum að ná því að vera einstaklingar í þessari tilveru. Sjálfstæð vera með langanir og þrár og að það sé eðlilegt ástand. Öðlast einstaklingsfrelsi. Að vera frjáls einstaklingur í lífi. Virkur og sjálfbær þátttakandi í lífinu. Já, með sjálfsvirðingu og taka pláss sem slíkur. Síðan kemur þessu sem er oft á tíðum erfitt að tilfinning að vera án ástarsambands. Við þurfum að ná sambandi við okkur sjálf, læra á eigin tilfinningar. Eitthvað sem er í einum hræð sem við kunnum ekkert á, vitum ekki hvað heitir, hvernig við að vinna úr og koma frá okkur. Og síðan tilfinningalíf með ástarsambandi. Við þurfum að ná að höndla það að vera tilfinningavera og á sama tíma að vera sjálfstæður og virkur einstaklingur í eigin lífi. Þóknast ekki öðrum til að fá viðurkenningu, taka kynlíf ekki sem ást, læra á ástartilfinningarnar án þess að það setja okkur á hliðina í öðrum þáttum í okkar lífi.
Allt tekur þetta tíma og þar sem tíminn líður hvort þá verður allt í lagi. Og í mínum huga þá tilfinningalegi sólarhringurinn okkar, hann 12 mánuðir. Það eins og maður þurfa að ganga í gegnum heilt ár og búa til ný viðmið á þeim tíma. Losna við þau gömlu. Sumarfrí, jól, páskar, afmæli og svo framvegis. Fyrsta árið skrítið en næsta mun betra og síðan lífið bara æði. Ég að búa til ný viðmið fyrir næsta ár hverjum degi og það undir mér komið hvernig það verður. Hvernig var síðasta vor? Hvernig var síðasta sumarfrí? Hvernig var síðasta haust? Alltaf þegar við göngum í gegnum þessi tímabil ársins þá miðum við síðasta ár. Þannig að þetta eins og með skilnað, þetta langt samband, þá tekur það bara cirka 1 ár til þess að venjast í að hafa ekki viðkomandi einstakling í mannslífi. Og þá tekur bara þetta ár í rauninni að búa til bara ný viðmið fyrir næsta ár þar sem að sambandi var ekki lengur til staðar. Stundum bara lífið þannig að maður tekur bara stundum 1 mínútu í einu og stundum 5 mínútur í einu og 1 dag í einu. En það verður alltaf betra. Því að þegar maður nær að vera í lausninni og stundum tekur maður bara þessa stutta tíma í einu og þá maður raunverulega búið til ný viðmið. Og það verður alltaf betra. Það sem að þetta í rauninni lærð hegðun hjá okkur. Hvernig við dettum stundum inn í þetta stjórnleysi og svoleiðis. Í raun maður með eðlileg viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum. Og síðan þegar maður fer út í lífið þá breytist þetta í óeðlileg viðbrögð við eðlilegum aðstæðum. Við gerðum í rauninni allt rétt bara til að lifa af. Á þessara viðbragða sem við lærðum á sínu tíma þegar við vorum í þessu umhverfi sem var frekar óhollt. Og þá lærðum við viðbrögð sem að koma okkur inn í gegnum þetta. Sem í rauninni bara flott. Þú ert hérna í dag, ég hérna í dag. Og það bara fyrir þessu gömlu bjargráð. Þannig fyrst þetta lærð hegðun, þá getum við líka lært hitt. Stóra málið það að við fæddumst einu sinni, vorum hérna í dag, það gerist eitthvað í millitíðinni. Við þurfum að finna það, heila það, vinna með það, hreinsa sárin, leyfa því að gróa, hlúa að því, taka henni í ljósið og kærleikann og þá verður lífið aftur fallegt, eins og við áttum alltaf að vera. Og þetta ferðalag eins og ég sé þetta skiptist í rauninni í 6 kafla. Sjálfstæðar einingar. Það kortlagning og úrvinnsla. Það sem maður í rauninni fer að sjá sjálfan sig og heyra í sjálfan sig og losna við tilfinningalegu tengingar við allt sem í kringum hann. Samhengi hlutanum, þá fer maður að sjá samhengið í hegðunarmynstrunni hjá manni. Það var gott að skilja þetta allt saman og sjá hvað þetta er. Síðan að sleppa tökunum. Það að láta hendi stjórnunina sem einkennist ótta á skömm og sjálfsniður yfir. Í raun ofbeldi gegn okkur sjálfum. Síðan kemur tiltektin. Þá tekur maður til í sínu lífi það sem fyrir aftan. Tekur ábyrgð það sem maður hefur gert. Og lærir maður að taka ábyrgð á sjálfum sér. Og síðan kemur nýji ég. Eftir svona vinnu þá kemur óbærslega mikið tómarum. Og þá þarf maður í rauninni að teikna allt upp á nýtt og þá svo mikilvægt að hafa ykkur verkfæri til þess að byggja sitt líf upp aftur á eigin forsendum en ekki detta í það sem var. Það svolítið hætta því. Síðan ætla ég aðeins að lesa upp bókina og þarna kemur aðeins inn til aðstandenda líka. Það bara 64 vandræði í samböndum. Það ekkert skrítið við að fórnarlömb kynferðisofbeldis eigi vandræði með tilfinningasambönd.
Að elska einstakling þar sem viðkomandi með sömu verkfæri og voru notuð í ofbeldisglæp gagnvart þér leiðir bara af sér blendnar tilfinningar gagnvart viðkomandi. Skiptir ekki máli hvort það maður sjálfur eða hitt kynið sem með þessi verkfæri. Þetta verður bara ástarhaturs samband þangað til viðkomandi búin að vinna í afleiðingum ofbeldisins. Í þeim tilfellum þar sem gerandinn af hinu kyninu var mjög erfitt fyrir fórnarlambið að horfa á maka sinn. Viðkomandi getur dottið inn í minningarnar og komið fram við sinn maka út frá þeim. Í eina stundina sleppt fram að sér beislanum og svo kemur farðu og svo kemur kondu og svo farðu og svo. Það kostar mikla vinnu að sættast við hitt kynið. Þar sem gerandinn af sama kyni og fórnarlambið, þá mjög erfitt að elska sjálfan sig. Ef maður elskar ekki sjálfan sig, þá nánast útilokað að gefa af sér. Að hafa sömu verkfæri og voru notuð gegn manni, leiðir af sér sjálfsógeð og sjálfshöfnun. Ekki koma við mig, og svo kondu. Ekki koma við mig, og svo kondu. Og svo. Það kostar mikla vinnu að sættast við sjálfan sig. Það allt hægt ef maður vill það. Maður þarf bara að finna rétta umhverfið þar sem lausn í boði. Hverju einn þarf að finna sitt umhverfi. Þegar það umhverfi sem maður fann hefur skilað hámarks úrvinnslu og þroska miðað við það sem í boði þar, þá heldur maður áfram og finnur annað þar sem úrvinnslan og þroskin heldur áfram. Það bara eitt sem bannað. Það gefast upp. Uppgjöf sama á dauði. Þetta svolítið svona spurningin um að skoða hvert maður fer í sásökunum og finna svo af hverju. Þegar maður búin að finna, skilja, heila og hreinsa af hverju, þá fer hvert í burt. Ég þarf að fá aðstoð og styrk til að gefast upp. Ég þarf að gefast upp fyrir einhvers konar þráhyggju innan með mér. Það eitthvað ástand sem ég líður illa út af. Mér langar ekki að líða svoleiðis. Ég vil losna, vera frjáls. Frjáls til að vera ég og lifa án einhvers óskilgreinds ástand sem held ykkur huga minn. Ég veit ekkert hvað ég á að gera við dæmið. Út með þetta ástand. Ég vil þetta ekki. En veit ekkert hvað ég á að gera við þetta. Þessna skiptir svo miklu máli að hafa lausnir og lausnin alltaf að nóti. Þú bara að finna hana. Það fullt af fólki sem tilbúið að vinna með þér og hjálpa þér sem hefur sömu reynslu þú. Það allt hægt. Ég bila að trúa þér, fallega sál. Til þess að gefa ykkur smá hugmyndum hvernig lífið eftir þessa vinnu og hvernig verkfærin virkar svolítið. Þá þetta svolítið eins og að dansa. Ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur á bókinni, blaðs 123. Dansbarið svífur gólfið. Fallega hreyfingar, glæsilegir snúningar, samhljómur, fegurð, kærleikur. Báðir dansararnir brosa því þau njóta stundarinnar, dansins, lagsins, allan tíman, hvort fyrir sig. Þau eru búin að dansa lengi, í mörg ár, eitt eða með öðrum, fari gegnum þykkt og þund, svita og tár. En þau njóta þess að dansa í dag, hvort fyrir sig. Þau gera sín mistök í gegnum lagið, en það allt í lagi, því þau sjá það strax og ná að leiðrétta sig eða spinna eitthvað nýtt, hvort fyrir sig, strax. Þau skiptast á að leiða dansinn, oft í gegnum lagið. Þau hafa öðlast færni eða leiðrétta skrefin sem voru ekki í takt við sig og umhverfið, hvort fyrir sig. Þau fara ekkert úr jafnvægi við það og ná að njóta sín á meðan þau svífa gólfið og teikna listaverk á gólfið með fótunum. Og þau, hvort í sínu lagi og lagið eru eitt. Þau eru í kærleiksflæði.
Að lifa lífinu í samskiptum við sjálfa sig og aðra svo litið svona. Að vera búin að finna sinn takt í að lifa í sátt og samlyndi við sjálfa sig og aðra eins og að dansa. Að vera búin að tileinka sér það sem hentar manni og heldur manni í lausn og kærleika, hver fyrir sig. Þetta verður allt skemmtilegra, meiri fylling og gefur meira. Ég nýt stundarinnar, dagsins, lífsins og veit leið hvort ég hafi misstigið mig eitthvað og ég hef öðlast færni ég læri þetta með strax. Ég get gengið í lífið mitt með bros á vör, verið heiðarlegur við mínar tilfinningar og leið við aðra. Ég get átt samskipti við aðra, talað, rökrætt, hlegið, grátið, verið manneskja með öllu því sem því fylgir og þetta allt í lagi. Lífið mitt jafn fallegt og ég legg mig fram að það verði. Þetta allt í okkar höndum, þínum líka og ég veit þú getur þetta.